Doktor Fútból, já, Doktor Fútból heilsar á 5. degi síðdegis. Við ætlum að taka upp vikulógin. Það ekki eftir neinu að bíða. Hjálmar hjá mér og hjá mig ég var að heyra í Vidda í boltamannum. Hann sára og sér ekki búin að koma. Ég heyrði það og ég veit það. Já. Ég skynja það. Þú sagðir eitthvað, ég ætla að kíkja á þig og það. Og hann bara, ég sagði við hann, ég trúi sig að hann lappar hingað inn. Ég kem á föstudaginn. Þetta svona stað Já. á grensasviðinu þar sem að fólk endalaust. Já. Ég alltaf að keyra hana fram hjá. Já, og þú lappar ekki inn. En ég ætla að gera eitt, Hjörvar, annað en sem áhrifaldar. Ég ætla að lappa inn og ég ætla að kaupa og borga. Já, takk hérlega fyrir það. Virkilega vel gett. Takk fyrir þitt framlag. Herri, styttist í þjóðhátíð í Vestmannaeyjum, miðasala á 1.000.000 og einn af hápunktunum á hverju ári að sjálfsögðu Túborg leikurinn sem í ár IBVF á móti KR. Og HK hefur nú einu sinni spilað Túborg leikinn og fóru með stigin 3 þaðan. Og þetta lífgar heldur betur upp á hátíðina, þessi lið á svipuðum slóðum í deildinni, IBVF og KR þvert á spár. Túborg að sjálfsögðu, og nú getur fengið Túborgin beint heimtíðin með frá smáríkinu, Volt sendir hann bara beint heimtíðin. Ég myndi þar í dag, þú býrði í efri byggðum Kópavogs, það ekkert ríki nema í dauðagildrunni á Dalvegi, þar sem að þú veist, það verður bakkað á einhvern annan fljótlega. Herðu, þú getur bara hringt, fengið rauðinsvöskruna þeirna með Volt og nótið lífsins í leiðinni. Það ekki allir lægi? Og veist ekki hvað þetta það ekki allir lægi? Jú, fyrir okkur 90s kids sem þurft að berjast við að redda okkur áfengi, sko. Já. Gekkja, sko. Já, heldur betur. Við slum fara á fleiri staði. Jón Kári Eldon búin að búa til nýtt app fyrir Dominos. Betrum bætt app og til dæmis í Android hlutanum þá ekki lengur þetta skrá sig í sóttkví. Ekki? Maður valdi alltaf sóttkví. Komandi í sóttkví. En þetta frábært app hjá Dominos og það má alveg klappa fyrir þeim með vilja fyrir þessu frábæra appi. Jón Kári Eldon, hausinn á bakvið þetta allt saman. Minna á hristibrúsan frá Fitnessport. Nú til svona brúsi sem bara tengdur USB-C, bara ítir og takka og hann tætir í sig klaka á allan pakkan og hristir próteinshakein fyrir. Þetta mjög sniðugt. Svakalegt. Því maður fær alltaf smá kekkið. Ég ekki kekkjakall. Nei, og svo þið náttúrulega með hátur þessu kött hardcore. Sumi vilja softcore. Já, ég í hardcore-inu. Og fyrir þá sem fari í hardcore, þá það sjálfsögðu Egill, Bjarþjálfun Egils. Akkurat. Ég var alltaf að bíða eftir að myndi kynna mig inn í þáttinn en við erum kannski hættið því. Já, þú voru það stórt. Já, við erum kannski hættið því. Já, það getur alveg. Hjálmar fekk sína kynningu og ég var alltaf að bíða. Þetta væri svona eins og, gjör svo vel Latti. Veist hvað við? Já. Bara, þú veist, ég þarf að kynna Halla inn, sko. Það allir með, býtu, Halli. Ég mætti nú ekki hingað til að sjá Halla. Þetta besti dagur vikunar alltaf. Já, Gilsan gera flottal hluti, hann segir ekki gera bara eitthvað. Já, hvað með þessu öryggisgæslu hjá þér og þínum á þessum tónleikum? Voru það ekki bara að gera eitthvað? Segir svona. Heyrðu. Ég að slá á létta strengi. Já, þú ert góður í því. Ég að slá á létta strengi. Þetta var glæsileg tónleikar hjá þeim og það gleymist undan. Frábæri tónleikar, frábær skemmtun. Það aldrei fjallað og það aldrei fjallað það. Fólk fann eitthvað neikvætt og þá snúið því bara upp í létt grín eins og við gerum hér. Keklan byrjuð að skoðum 15% aftur ef að Doktor Fútból sendi. Nú, spurningin áður við förum á stað. Það Þjóðhátíð eftir 56 daga. Aldrei farið. Og þá ágætt að fara fyrst í tölvutek. Aldrei farið. Já, bara gott hjá þér. Það bara... Ég ekki stoltur það. Ég alltaf að fá bóð. Þetta svona eins og annað hver lúser á Íslandi? Nei. Ég segir eitt skrítið með mig hér. Ég hef aldrei farið. Ég hef aldrei farið í tenni. Þetta var alls ekki þannig. Ég mun fara. Ég náttúrulega með alltaf, ég með opið bóð náttúrulega frá Eddusuf vinkurum minni. Ég hef aldrei verið í Tenerife. Palli Maggi náttúrulega með þarna. Ég eitthvað að fáum íslendingu sem aldrei verið á Tenerife. Hann á besta stað þarna á eiginu, sko. Þannig að hann verður gaman. Hann Garbaengur. Já. Nei, pappasvar var hérna bæjastjóri í Vestmanni. Þannig að hann hefur rétt á. Já, hann heimaður. Herri, tölvutek aldrei með veg og Eddusif til hamingju með að vera nýr formaður íþróttafréttamanna. Samtaka íþróttafréttamanna. Innilegar hamingjóskir. Þar Ætlar þú að fara í samtökin? Já. Ég hef ekki tangað að gera. Nei, ekki. Mér gott að standa fyrir utan. Já. The outsider. Já. Herri, spurningin, hún svo sem bara þægileg. Það 5 leikmenn í sögunni sem hafa unnið meistaradeildina 6 sinnum. Allir hafa verið að sjálfsögðu unnið meistaradeildina með Real Madrid sem hafa verið áskrifundur á þessum titli. En einn af þessum mönnum sem hafa unnið þetta 6 sinnum hefur unnið líka með öðru liði.
hvaða maður þetta og þetta svona recent history bara það held ég Við líka unnið þetta með öðru liði já, hann ekki bara unnið þetta með Real þetta líka með öðru lið Þetta er recent Túborg-leikurinn í ár Ok Túborg-tjaldið Túborg-leikurinn Af hverju öll þjóðatíðarlög svona væmin ástfangin, eitthvað, heyrðu, þetta snýst bara að fá sér í glas, skiptast á höggum og leggja sig og kannski bara vera þú veist, og kannski lökki á leiðinni heim ef þú skilur hvað ég á við skiptast á höggum Geðu lína Herri, sko Bítu Hver hefur unnið þetta? sko, ég er bara að hugsa hverjir hafa tekið þetta Er þetta Courtois? Nei, þetta er ekki Courtois Já, það er franski Sorry, ég skulle franska frambúðin Gef mér smá 6 sinnum á öðru liði Já, einu sem með öðru liði Já, einmitt Vann hann þetta síðast með öðru liðinu eða vann hann vann þetta síðast með Real Hann vann þetta síðast, ok Já, það var svona þetta bara Ég er illa heimskora við því Nei, þú ert ekki dýta heimskora Birkir með þessa hristandi höfuð Já, hann er hristandi hausina því að þetta er auðvöld fyrir hann Já, þetta er Toni Kroos sem raðaði inn titlunum og endaði þetta allt símaðan síðasti leikurinn hans fyrir Real Madrid The Last Dance var einmitt í meistaradeildinni og hann vann þetta 6 sinnum 5 sinnum með Real, 1 sinnum með Bayern förum á Powerrankum með Dine Out Já, okay. Dine Out, gjafabrifið góða ég veit að Inga, hún er góð manneskja og henni blöskraði hvernig fjölmiðlar fóru með Auðun Blöndal og félaga eftir tónleikana hún var ekki ein það Gunnar Birgisson Amma hringdi mig ég var annar Amma hringdi mig, Amma Lauga nýbúin að hún bauð okkur náttúrulega mér, Tomma og Auða eftir leikinn á móti Stjörnunni sleikja sárin þá bauð hún okkur í lömmur En Auðun Blöndal fekk á baukinn meðal annars frá Vísi þar sem að Auðun Blöndal á 90% af besta efninu inn á Vísi Já, það er engir vinir í stríði og þetta hugsaði með mér hefði RÚV gert þetta við Ómar Ragnarsson 1984 þegar stiklur voru á fullu? Aldrei Blöskaði þér líka, Hjálmar? Er það grínast, já Sjálfsög Bara þannig að sé á hreinu Þú ætlaðir að heiðra minningu Auðuns Blöndals sem að einhvern veginn vísismenn fóru hans í harkalí og ætlaðir að velja 5 uppbóls atriðin þín með Auðunni Blöndal. Númer 5, það er þegar að hann er í 70 mínútum og þegar hann og Sveppi fara í bitslap-keppni. Og það er þessi ógleymanlega setning Viltu ekki bara kýla mig? Shit, það er steikt. Hann slær mig, ég slæ hann slær mig. Það er númer 4, það er svínasúpan. Ég var rosalegu svínasúpugall. Það er þegar hann fer inn í gróðurhús með Sigrúnu Kjartanssoni. Hvað ertu þá að sína með svona tussu flott gróðurhús? Númer 3, þetta er náttúrulega bara gessið með sig. Númer 3, það er þegar hann fer á KR-völlin í svínasúpunni. Er flaggið of þungt fyrir þið helvítis verðverðin? Þú dæmir ekki aftur í þessum bæ. Við erum ekki að nota þetta við vinnhópur þegar við lendum á okkurum í 3. liðinu sem er ekki að standa sig. Þú dæmir ekki aftur í þessum bæ. Númer 2. Það er ríkið. Það er Þetta að tala gönnið. Notu Beretta, fekk hann að ræja út $63 var 63 ára, það var alveg vestla. Og númer 1, það er nú bara svona legacy. Sko, ég hélt fyrir 14 árum síðan þegar hann fer í FNÍ blöð, þá hugsaði ég bara, herðu, það er bara farewell to a legend, þú veist, geggjaður, bara búin að gera fullt af topp-efni og eitthvað. Hendir í þetta lag og svo bara 14 árum síðar þá var bara, þú veist, bannað að hlæja, steipustöðin, þú veist, og bara allt þetta búið að koma síðan þá. Ég ætla að taka bara FNÍ blöð lagið og svo bara næstu 14 ár. Wow. Ég man hver ég var þegar ég heyrði FNÍ blöð lagið. Ég trúi því. Þetta var alveg svona groundbreaking stuff fyrir mér. Sko, en bara þannig að sé á hreinu, það er á yfirlýsinga á leiðinni frá mér og Frikka Dóri í næstu viku, sem voru 2 af artistunum sem komu þarna fram. Við munum ekki koma aftur fram á viðburði sem þeir halda, nema öryggisgæslan verið hell. Og því miður, ég og Frikki vorum heilengjaði sem við ætlum ekki að gefa þetta út fyrir næstu viku. Þeir öldurnar aðeins verða að lægja, en hvorur okkar kæri sig Við einlega kærum okkur í það. Þið eru það aðeins betur en við. Já, við skoðum málið og vorum sammála að heldur betur. Yfir að.
Það var líka geðveikt þegar hann og Simmi fóru og löbbuðin og ríkisstjórnarfund á Bessastöðum. Það mástu vera að barnalíðingurinn opnaði ísbúð. Já, ísbúðareigandi. Það skildi ekkit að þú vildur ræða eitthvað allt annað en ísinn. Það var með gamla ísinn og allt, sko. En við förum í þetta, Dr. Fútból eignaðist nýjan vin. Já, Dr. Fútból mikið á Suðurnesjunum og kallar þar á því svæði síðasti vinur Suðurnesjana. Eitthvað sem eru alltaf þótt væntum að vera kallaður og ég fer ekki í grágötu með það, mér þykir óbúslega væntum að vera kallaður síðasti vinur Suðurnesjana. HS Orka með Dr. Fútból og að tilefni að því að ég sé síðasti vinur Suðurnesjana þá verður ókeypis rafmagn á nóttunni í júlí og ágúst. Já, hjá HS Orku. HS Orka með ókeypis rafmagn í júlí og ágúst. Já. Á nóttunni. Ég er of vitlaus til þess að skilja svona hluti. Já, það er bara þá hliður bílinn á nóttunni. Já, einmitt. Og það er bara free of charge. Free of charge á nóttunni. En þetta verður náttúrulega bara einu stuttartíma bara því að síðasti vinur Suðurnesjana, eins og þeir vilja kalla mig, var þarna í vikunni og átti gott spjall við fólkið. Drengir, árið er 2025. Eitt stærsti leikur ársins, Þýskaland, Portúgal. Og Cristiano Ronaldo er að klára verkefnið. Þetta var ótrúlegt. Hjálmar, þetta var ótrúlegt. Ég horfði á þetta í gær. Ég var fyrir leik, alveg eins og margir aðrir, búin að afskriða kallinn, sko. Þetta var mjög ólíkindum og ekkert eitthvað snemma í leiknum. Sko. Nei, 63. Já. 68. Já. Pæli í þessu, pæli í vera á þessum aldrei í þessu formi og þessum leik líka. Þetta var ekki bara ykkur undanmótsleikur, sko. En sko, við sáum margt og margt sem kom í ljós í þessum leik. Við sáum náttúrulega þessi innkomi að koma sem sjá bara þetta körl á boltan, guð minn almáttugur, þetta körl. Við sáum vesinni sem Florian Wirtz var í þegar að Vitinha og Bruno fóru að slá taktinn saman. Já. Þá var hann aðeins found out þarna á miðsvæðinu. Portugali magnaðir. Algjörlega magnaðir. Það er eins og það færi strax í hausinu á líka. Já, Wirtz var náttúrulega mjög góður í þessu leik, sko. Hann skoraði. Já. Hann var ekki góður í slik. Ég meina hann hefði mögulegt að vera rauðspjald. Þannig að ég held að það var rosa þegar Vitinha mætti þetta inn, þá bara slegin einhver annar taktur. Ótrúlega maður. Já, Vitinha er einstakur. Já, Vitinha reyndar, hann er að verða bara einn af mínum uppáhaldsleikmönnum. Djöfull hef ég gaman á honum og hann er bara. Sáu þið þetta þegar hann var hjá Wolves? Nei. Voru þið bara eitthvað Vitinha? Nei, þetta sástu þetta. Ég sá þetta. Já, en þetta var algjörlega magnaður leikur í gær og það að gera þetta í munn hérna í Þýskalandi á móti Þýskastálinu. Svo tók hann klappi líka Ronaldo þegar hann var að fara út af og brosti þegar hann voru að púa og hann alveg brjálaði, sko. Þetta er bara alveg ræsingur. Þetta er mentality og mér er ekkert lið, eitthvað topplið í Evrópu sem er að fara að taka hana. Hann er bara að horfa á HM 2026. The figures. Er það? Hvað er mörg 0? Ok. Hann vil ekki bara fara úr þessu sem best íþróttumaðursögunar, heldur líka sem ríkast íþróttumaðursögunar. Og það mun arfleiðin á margan hátt snúast kannski ég meina Michael Jordan er á sínu stað út af peningum, myndi ég halda. Þú náttúrulega sást að hann spila en hann er náttúrulega miklu, ég sá hann við spila en hann er náttúrulega búin að þéra miklu meira náttúrulega eftir fyrirlin heldur en. Já, og það er svona snýrið hann er að búa bara til þetta legacy sem mun aldrei deyja. Það er seinni undanúrslitaleikurinn. Það er hvað? Þetta er ekki smá keppni í ár, hvað er ekki spátt Frakkland? Hvaða veislur var að fara dett í? Það var geðveikur. Ég er mikill leys og slík kall. Já. Ég hef gaman að þessu. Sjáu þið fyrir ykkur dúi spila á Dembele og þessar hetjur í frönsku liðinu eða verða þeim leyft að sofa út? Nei, þeir verða með. Þeir verða alltaf með. Hvað meinarðu? Bara þeir voru að verða Evrópumeistar í fyrsta skipti í sögu Paris Saint-Germain, þannig að það er alveg stórt moment. Já, það er alveg. Sjams er ekki þannig, sko. Hann er bara beint inn í liðið með. Þetta verður áhugaverð viðuregn í meira lagi. Ég held að Spánn vinni þannig. Nei, ég held að Frakkar eftir að vinna þetta, ég held 3-1, 4-1, sko. Já. Það er rólega. Taktur í þessu spænska liði. Þetta franska liði er samt rosalegt, sko. Já. Það er spennandi leikur. Heldur betur, bara klapp fyrir þessari keppni. Algjörlega mögnuð og fá hann að leiki í gær. Einstakt. Sony og Dr. Fútból styttst í HM félagsliða, styttst í EM kvenna. Þá það Sony tækin góðu Ísland að undirbúa sig fyrir EM kvenna og
Já, það eitthvað sem segir mér að Steini Halldórs hann trúir á kvótakerfið því að hann ekkert að eyða sigrónum í einhverja drastleiki hann þarf að ná í sigrana þegar þetta allt undir Ísland ekki unnið í 10 leiki í röð síðan 16. júlí í fyrra Pólland ég get sem sagt það aldrei gott að vinna aldrei leiki sko. Það það ekki og það sem hefur kannski verið það hefur verið stígandi í sumum leikjum. Ég sá ekki þennan stíganda í leiknum á móti Frakkland. Frakkland einfaldlega bara töluvert betra lið. En mér fannst til dæmis, stóran kafla á leiknum á móti Noregi úti. Leikurinn á móti Noregi heima var mjög góður. Leikurinn á móti Sviss, 3-3 leikurinn fannst mér allt í lagi. Leikurinn á móti Frakklandi úti var ekki góður. Þegar ég horfa á eitthvað tvo, þá sé ég strax að þeir eru ábúinlega báðir með losing record á KSÍ. Já, ég myndi alltaf það, já. Það fer svolítið eftir hvernig þú lítur á þetta. Já, hvernig að tapa eða vinna sjaldan, Hjálmar? Hvað fer ekki um hausunum, Hjálmar? Nei, ég með winning record, já, ég með winning record. Losing becomes a habit, held ég. Ég held að þetta sé þú ert með undir 50%. Já, undir 50. Já, ég náttúrulega ekki skráður rétt inn að búið að fara margótt yfir það. Það ekki allar upplýsingar enda út í svo gamalt. Ég ekki að fara í það. Ég held bara að ég veit ekki, mér finnst oft eins og liðið geti spilað betur en það að sína inn á vellinum. Mér finnst oft vera það alveg teik bara þeir gætu spila betur en það að sína. Ég nú meira bara að tala um upplegg þannig að þú ert að greina þjálfaran? Nei, ég held að planið sé ekki yfirleitt að setja boltan út á Hafsend og Hafsend setur hann upp í kanalinn og kantari á að hlaupa á eftir honum að bakverð. Ég gerir ráð fyrir að það sé ekki eina planið út af því að við erum með mjög góðar ballplaying miðjumenn, sérstaklega eins og Karolínu Leu, Alexander Jó, sömuleiðis, Dagný Brynjars. Þannig að en við erum í vandræðum á móti liðum sem að vilja hafa boltan. Það er breaking news, við vorum að fá rekordans Hjálmars og þetta er 12 leikir 0 sigrar 0 skipti 50-60 leikir meistaraflokki og það vantar allt inn. Ég er búin að tala hringja niður KSÍ og þetta er til í einhverju möppubanni. Ég þoli þetta ekki sko. Þetta er alltaf sama. Við getur ekki unnið, kannski bara við förum að slúta þessu. Ég meina það sem var gott, samt skemmtilegt við þetta Willi Haralds, pappinar Karolínu Leu. Sko, hann fór nú bara í að fara yfir hennar rekord í þessum leikjum. Hann tók svolítið Jóhann pappa þinn á þetta og þegar að þú var að spila með Gróttu og fór bara í statið. Hann segir svekkjandi niðurstaði í þjóðdeildinni í samræðum við væntingar í upphafi 4 jafntefli og 2 töp. 6 skoruð mörk, framlag Karolínu Leu til fyrirmyndar, kom að öllum mörkum íslenska liðsins, skoraði 4, 1 stóðsending og tók hornið sem Ingibjörg skoraði úr. Men þetta er svolítið eins og pappi þinn vann þetta á sínum tíma. Já, þetta er nákvæmlega eins og pappi hefði gert eða ef að Twitter hefði verið til þá. Jóhann Jónsson hefði sett þetta til. Þetta er eitthvað, þetta geti verið. Jú, 12 töp og allt það. Auglýsing fyrir hana, ég gerir ráð fyrir það, ég veit ekki hvort hún verði áfram hjá Bayern. Hún með samning í 1 ári viðbót þar, en hún var náttúrulega hjá Leverkusen á láni. Kemur ekkert óvart mögulega tekur hún slægin en kemur ekkert óvart að hún væri að leita sér að nýju liði en ég held samt sem áður að við förum upp úr þessum riðli á EM. Þetta er Finnland, Sviss og Noregur. Sviss er ekki góð. Við erum betri en Sviss og ég held að við vinnum Finnland sömuleiðis. Ég held að við förum upp 4 stig eftir að duga þannig að ég held að við förum upp úr þessum riðli þannig að Nei, og svo er líka kannski bara svona, mér finnst svolítið skrítið þessi viðtöl við leikmenn eftir leik þar sem að það er að tala um að séu blaðamenn sem er að blása þau upp að þeir séu að tapa leikjum og eitthvað svoleiðis. Það er ekki, það er ekki staðan, það er síður en svo staðan. En svo er annað í þessu líka. Blaðamenn verða að hætta þessu neikvæðni og það strax. Já, en svo er annað í þessu líka, þú veist. Skammist líka. Mér finnst daburt og sérstaklega því að leikurinn, þú veist, það var hérna Húba Búba voru með einhver aðtöfnanda fyrir leik og það er verið að reyna að gera eitthvað svona skemmtilegt í kringu leiki og eitthvað svona en þú veist, ég meina, fáið þið bara fólk á völlin, gefið þið bara miðan. Mér skilst að það sé eitthvað svona prinsip hjá KSÍ að gefa ekki mið á kvennaleiki af því það er ekki gert á kallaleiki. Fáið þið bara fólk á völlin. Það býr til eftirspurn og þú veist, mögulega ef þið gefið börnunum með þá koma foreldrar með og eitthvað svoleiðis. Það þú veist, við verðum bara, þú veist, síðasti leikur fyrir EM, það verður að vera fullur völlur þegar við spila við Frakkland. Förum í fleiri fréttir. Katt og Dr. Fútbol Katt fæst hjá Kletti Katt
það ekki til neitt off-season, við erum alltaf á seasoni þar. Það aðeins að taka út innan Laugardalsvöll, það var þetta nýja hybridgras. Leit bara mjög vel út. Það eitt sem ég fannst alveg hryllilega ljótt við þetta, því ég hef nú verið að hrósa öllu sem að sambandi hefur gert að undanvörnu, en hins vegar verð ég að setja út á eitt. Það var þetta afgangsgerfigras þarna yfir öllu þarna á hliðinni. Þú veist, gæti ekki bara verið, bara einhvern veginn, þetta var eitthvað svo, sáu þið svona á... Þetta er brekkuna? Já, brekkuna og á hliðunum. Það var ekki nógu fallegt í mynd. Nei. En völlurinn sjálfur var fallegur í mynd. Já, mjög. Mér finnst það mjög fallegur í mynd. Og völlurinn lítur vel út, en ég meina að þetta eiginlega gerir það samt að verkum að sýnastúkan, hún er svona nánast ónótæf. Hún var náttúrulega, völlurinn var færður held ég 8 metra. Já. Það er ansi mikið, sko. Og fannstu fyrir því sem árendi á vellinum að lýsa? Já, ég fann að völlur var nær. Já, hann var nær. Ég var í bóksinu uppi, þannig að hann var töluvert nær. Mér fannst þetta mjög þægilegt fyrir þess að þá nýju gömlu stúkuna. Ég segi alltaf alla, þetta er síðasti afríski völlurinn í heiminum. Þetta er svona alvöru Afríkustadium. Þú veist, Laugardalsvöllur var ekta afkonvöllur svona 1996. Og þetta er einhver skítaredding að koma með nýtt gras, þetta er vel gert. Einar Þorsteinsson sem kom því öllu saman í gegn með þetta Build Back Better program sitt meðan hann var þar. En hins vegar, þú veist, þetta er ekki eitthvað frábært, fá nýtt gras, fá bara nýja völl, gerum þetta eins og menn og reyfum okkur í gang. Öll sem eitt, ekki samanlega því hjálmum minn. Heldur við fáum nýja völl meðan þú út á lífi? Ég er bara skítrættum að svo verið ekki, en ég held líka reyndar að Tottenham myndi ekki vinna titil á meðan ég var á lífi. Þeir tala að það er að byggja næst sko fyrir aftan mörkin og svo enda á að loka völlinu. Það verður að loka þessu velli, svo kjánalegt. Já, og líka bara eins og í gær, þú veist, það var alveg kröftugu vindur. Allir með svaka kröftugu vindur. Verður ekki Afríku skórbordið þarna fyrir aftan, verður það ekki áfram? Það verður að vera. Jú, það verður áfram. En svo náttúrulega má ekki gleyma því líka í þessu leikum undir Frökkum að við náttúrulega erum bara 2-3 þá erum við í dauðafæri og komast yfir, þá er þetta allt öðru þessi leikur. En nú er bara áfram gakk líka á móti Nóri. Líka á móti Nóri. Það þarf að klára það. Ég vil sjá Söndru Maríu upp á topp, Söndru Maríu Jössin. Það var allt önnur dýnamík í liðinu með hana upp á topp. Ég vil hafa Svendis út í vinstra megin, ég held að hún nýtist miklu betur þar. Ok, við sjáum hvort að Steini sé að hlusta. Við slum hins vegar fara yfir já, annað förum yfir í annar staðar í Atlantshafið og fyrir ykkur sem elskið lax og bleikju og allan pakkan þá er það landlagsinn góði frá Samherja. Júlana góðum þar. Já, þetta er frábært. Já, hann byrjar að smjatta hérna, Gunnar Birgisson þegar hann heyri þetta. Ég sé alltaf lost þetta. Þeir eru að fara að koma með þetta núna chili eitthvað, þeir eru að fara svona tilbúið bara beint á grillið. Þetta er náttúrulega tískuvara í dag, landlagsinn frá Samherja. Flottar umbúðir líka. Já, heldur betur og góða manneskjur og það hlýtur að skipta líka einhverju máli. Það skiptir mig máli allavega, ég get alveg að tala fyrir mig. Ísland, Skotland, Ísland á morgun. Hampden Park, við höfum alltaf tapað fyrir Skotlandi, alltaf. Og það er eins að þeir eru of líkir okkur. Þetta er bara allt of lík landslið og þeir eru bara einum klassa hærri í öllum stöðum og meðan við erum, þetta er bara nána sama liði sko. Varst þú á leiknum 85? Þegar Jim Leighton verið þetta víti og Rod Stewart það getur bara vel verið. Það getur bara vel verið, Hjörvar. Já. Það var... Ég hugsa það. Ég fór á alla landslíki. Já, þannig að það var rosalega leikur. Graham Souness, fótbraut Sigga Jóns og allt það sem gerðist í þessum leik. Undir Berti Fóts töpuðum líka. Svo líka hérna eftir hrun töpuðum við líka. Þannig að við töpum alltaf fyrir Skotum. Já, það var þess að þeir eru ekkert að vannmeta okkur heldur. Þannig. Það er ekkert eitthvað vannmetum Ísland, þetta er bara sömu lið. Já, nú kannski ekki alveg sömu lið. Þetta er nána sama lið, sko. Ok, ég hef ekki heyrt þetta að teika áður. Þeir eru með, og veist hvað ég og ég menna þeir eru allir að fara að spila, væntanlega, Robertson og McTominay og allir þessi kallar. Spurning hvernig við... Ég meina, þeir eru með 2 leikmenn frá Celtic og 2 eða 3 frá Celtic og Rangers í öllum hóp. Já. Það sýnir bara ekki. Það eru Harts leikmaðurinn uppi á topp og eitthvað sko. Þetta er ekki dósvipa. Svektur bara Jói Berg fá ekki 100. leikinn sinn. Hann meiddist á einhverju í dag. En líka bara fróðilegt að sjá hvað Arnar gerir, hvort hann ætlar að rótera hópnum, þú veist, í þessum 2 leikjum eða
eða hvort hann sé að reyna að fara að fá okkur svör fyrir næsta glugga eða hvað hann ætlar að gera. Einhverjum leikmenn í landsliðinu okkar núna, alltaf Ísak búin að skipta lið, einhverjum fleiri að fara að skipta lið í landsliðinu? Ég meina, ég vil sjá ef Jónas Lösela og verið svo draugur þarna alltaf fyrir aftanan, að eyðileggja allt fyrir Elíasi, þá vil ég fá hann í burtu frá Midtjylland. Já. Logi Tómasson náttúrulega að fara til Tyrklands. Já, er það? Já, það er... Hann er í Samsung. Það er alveg lið líka, sko. Það eru ekki margir fleiri held ég held að Viktor fer nú í nýttlið, hann er nú ekki verið alltaf bara í sama liðinu sko. Jakob Nýstrup er náttúrulega að taka við Leipzig í Þýskalandis fyrir þjálfari FCK en ég ger ekki ráð fyrir því að Orri Steinn fari frá Real Sociedad. Það væri samt algjör draum. Ég held nefnilega að Bundesligaen hendi honum alveg svakalega vel, ekkert endilega betur en jú, hendi honum svakalega vel. Er ykkur fleiri á? Ég meina, ég held að Hákon verður hérna áfram. Albert Guðmundsson náttúrulega spurningamarki. Já, Albert Guðmundsson spurningamarki. Hjörtur Hermansson, hann er náttúrulega ekki í landsliðinu, þannig að en hann er að fara til Skandinavíu. Þetta verður áhugaður leikur. Ísland, Skotland á morgun og já, það verður gaman að fylgjast með þeim leik. Ég oft spurður Weber og það fyrsta sem dettur í huga múrblandan góða frá Weber. Eldri en grillin, betri en grillin, besta múrblandan í bransanum að sjálfsögðu frá Weber, Weber Flor og til í alls konar, meðal annars 4-40 mm, 20 kílóa og bara mismunandi fólk, mismunandi áherslur þegar kemur af múrvinnu. Skemmtilegt. Heldur betur. Það styttist í heimsmeistaramóti strákar. 14. júní dagurinn. Þessi rosalega auglýsing birtist heiminum þar sem að þeir eru allir svona eins og boksarar, leikmenn á stærstu stjörnundar í keppninni. Það getur náttúrulega enn stærri stjörnur dottið þarna inn. Infantino auðvitað búin að opna transfergluggan til þess að fjölga og fá enn fleiri stjörnur þarna inn. Hjálmar spenntur. Já, ég miklu spenntur heldur menn hann í kringum með þeirra sko. Ég mjög spenntur fyrir þessu. Sérstaklega þegar hann opna gluggan, þá ertu að sjá leikmenn núna fyrst eins og Trentaran með Real Madrid. Já, og Xabi Alonso. Já. Og ég meina, Jude Bellingham ætlar að spila með ónýtu öxlina sína og ætlar í aðgerð eftir HM félagsliða. Bravo. Af því að hann ætlar að missa hann á 5-6 vikum úr Spáni. Já. Þannig að það segir mér sko, það ekkert lið í heiminum sem leggur ég mikla áherslu ábyggla á HM félagsliða eins og Real Madrid. Það er alveg klart þeir fara í úrslitaleik. Ég ætla að segja að þessi Champions League, HM félagsliða, La Liga. Þetta röðin eins og ég sé Real Madrid hugsa þetta fyrir þeir eru líklegastir sem til þess að vinna þetta. Þeir vita líka hvað global impact þetta hefur ef þeir vinna þetta. Og mér sýnist bara format á þessu líka að vera geggjað á sumri. Þetta verður frábært. Hvernig hefur dreifingin á þessu móti verið? Þetta náttúrulega í fyrsta sinn í þessu fyrirkomulagi. Já. Þannig að þetta verið bara verið einhverjir skítaleikir og svo úrslitaleikur en hérna ertu bara með geðbilaða leiki allan tíman. Ég ætla nú ekki kannski að gefa þér það að leyfa því að slæta því í gegn geðbilaði leikir. Sundowns á móti Ulsan ekki eitthvað sem að, þú veist, og Fluminense á móti Ulsan ekkert eitthvað sem að... Fyrir hérna... síðasta HM í fótbolta byrjaði á Ecuador, Katar, þannig að við skulum bara fara varlega. Þú ert með Boca Juniors, Benfica, þú ert með Chelsea, LAFC, þú döður svo bara með svona hefbundna Champions League leiki sem ég ekkert spenntur fyrir eins og PSG, Atletico Madrid. En hafið ekkert áhyggjur af því að það verði of margir svona niðurlægingaleikir? Nei, eina liðið sem ég geti séð niðurlægt í þessu móti Inter Miami. Ég bara búin að sjá það í MLS. Þú náttúrulega ert ekki að horfa á MLS. Ég horfi á MLS en að hætta þessu. Ég horfi mjög ofta á MLS leik. Ég alltaf að senda þér myndir úr þessum leikjum. Já, og ég þér. Inter River Plate. Bæliði leik. Þetta leikur sko. Þetta er bara eitthvað algjör veisla á allt öru levelum áður séð. Ég meina ef allt er eðlilegt, þú veist, PSG á móti, þú veist, bæði Seattle og Botafogo. Það er bara sláturinn. Ég meina, Botafogo, þetta er bara svo óskrifað blað. Við vitum ekki. Man City á móti, hvað? Al-Ain. Wydad Casablanca frá Marokko, menn voru nú í undanúrslitum á síðasta HM, þannig að ég segi, byrjum virðingu fyrir Afríku líka. Já, hversu margir voru að spila í Marokko? Ég man það ekki nákvæmlega sko. Man ekki nákvæmlega töl. Ég skal fara í það fyrir seinna.
Löðu býður upp á afslátt á seinni bílnum ef þú ert í áskrift hjá löðrandi snill Kristján Kívu, er það ekki rétt hjá mér? Hann er að nálgast Inter gamla góðsögnin hjá þeim og það svakalegt já, náttúrulega rosalegu þessi díl sem að Inzaghi var að gera við hvað var ekki Al-Hilal Þetta er náttúrulega, þú getur ekki keft við þessa tölur, sko. Tottenham eitthvað að hugsa að fá hann, sko. Ekki möguleg. En ég vilja svo Fabregas fara þangað, en það er vist búið að setja honum stóli fyrir dyrnar. Er ekki líka, sko, Fabregas er hluti af eigandateiminu hjá, Como? Já, er það? Já. Það var svolítið skrítið ef að eigandinn vildi fara. Þá hafa mér nú ekki mikla trú á þessu verkefni. Nei. Ég held að hann hafi nú svona nokkuð maksað vel þreytt fyrir hann að vera í Como annar árið röð já, þetta er, maður hefði haldið að þetta hann hafi hugsað þetta sem svona stökkpall þannig að þetta er allt saman að skýrast eins og við sögðum áðan Xabi Alonso verður klár á bekknum hjá þeim realmönnum Ancelotti mættur til Brasilíu að stýra sínum mönnum þannig að þetta er allt saman að rúlla yfir línuna saman hvort við förum og þetta verður eitthvað vonandi gangi var þetta staðfest með Kívu eða? Nei það var, ég sá það var ekki staðfest Nei, það bara var orðan við alvarlega sko ég veit ekki alveg hvort maður lítist á þetta en ég er svo mikið intermaður þannig að ég sef alveg já slum halda áfram og við slum kíkja í aðrar íþróttir þú veist það ef að það er rigning þá er einu fötin sem getur spilað í rigningu í Íslandi er Galvin Green föt í gólfi snýst aldrei tísku og svona líða vel en þegar kemur regnfötum bara Galvin Green sem fæst í erðinu bara glimdu öllu hinu dótinu af því að það er líka þetta eru svíjar og mikið af þínum peningum eru búnir til í gegnum tenginguna við Svíþjóð Hárrétt og þú veist hvernig þetta snýst að eiga góðan sænskan það getur skipt heldur betur máli kíkja á þetta hjá Erninum, kíkjum á aðrar íþróttir Rory McIlroy auðvitað sparkað nánast út úr PGA-mótinu daginn, hann var með ólöglegan driver komið ljósa Scottie Scheffler var það líka en það var lekið öllu út McIlroy en ekki Scheffler og hann er brjálaður yfir því hann Rory McIlroy, kannski eðlilega NBA úrslitin hefjast í kvöld OKC in 5 hvort er þú? Já, Max Ég er alltaf, þetta er bara fyrir mér er þetta bara Tindastóll Álftanes þetta gæti ekki verið meira óspennandi einmitt, já ég hefði að sjá New York New York er Keflavík Íslands þú veist, það hefur verið alltaf gaman að fá New York á móti Thunder ég ætla að fara bak við Thunder eitt sem ég fíla við Thunder er þeir að bjarga NBA welcome back mid-range shooting ég verða ég veit að það er fullt af liði sem hattar þetta take mitt en þessi þryggjastega lína er að gera allt ónýtt og við sáum bara hvernig til dæmis stólatina skunna vöskuðu leiknum með að rembast í eins og rjúpan við staurinn í fyrir aftan þryggjastega línuna þannig að Alexander takk fyrir að bjarga NBA mid-range shooting Shay Uncle Shay hann er aðalkallinn í þessu ég veit ekkert hverjir eru í þessu Indiana-liði nema Halliburton Halliburton náttúrulega er svolítið skemmtileg típa pappan hann er að stuða við höfum gaman að því pappin er aðalega að stuða hann líka Halliburton hafið eitthvað verið að fylgjast með opna franska já ég er búin að fylgjast með því ég var á eitt kvennaleik bara fyrradag eða eitthvað ég sá Coco Gauff í ger koma sér áfram skemmtilegt er hún þá komin í undanúrslit eða er hún þá komin í úrslitin sjálf? Hún er komin í undanúrslit ég held að þau séu í dag já, Sabalenka er að vinna Swiatek undanúrslitin eru bara í gangi akkurat núna og svo eru kallaleikirnir að þeir eru búnir nei. Þeir eru á morgun segir semifinallin það er Sinner Djoko og Musetti á móti Alcaraz og það er rosalegt að Djokovic minn maður þurfa að fara bæði í gegnum þjóðverjan í gær Zverev og Sinner þetta eru 1 og 3 á heimslistanum við duttum ekki lukkupottin þarna og Novak Djokovic fór í gegnum Zverev í gær Sinner náttúrulega komið tilbaka úr erfiðu máli lyfjamáli
en hann ljúkar eins og minnst lyfjaði maður sögunar. Já, það er alveg rétt. En ekki langur djöfull? Jú. Langur djöfull frábær leið til að orða þetta. Við slum aðeins halda áfram því að nú pása í bestu deildinni. Þá bara gott tækifæri til að grilla með kjarnafæði. Já. Ég grillar þetta þó að sé besta sko. Já, en það líka eftir að grilla. Ég heiðarlambsmaður, sumir fá sér bara venjulegt lamb. Ég fæ mér heiðarlamb, það kostar meira en mér finnst að skipta máli. En nærðu eitthvað að grilla þetta? Já. Já, það. Ertu með alpapírinn? Já, mér að það er svo mjúkt og gott að ég þarf þess ekki. Nei, það er náttúrulega bara rosa erfitt þegar þú ert með beinið og allt að ná svona. Nei. Það eru margir sem að skrúa bara upp hitan og vona það besta. Nei. Það er alltaf leifir sem alla svolítið. Og ég aldrei með neitt mæli. Nei, nákvæmlega. Engin mælir. Þeir segja að þú að geta pota sko, svo átt að geta, þú veist, medium rare er basically bara, þú veist, þeir tala þetta hérna. Það er mest weak sem ég sé þegar menn draga eitthvað mæli úr kjöti. Já, þeir sjáðu mig aldrei gera það. Aldrei. Sko, ég og Hjálmar viljum okkar lambakjöt, sko, svona læri og svona grátt. Takk. Þannig var þetta í gamla dag. Þannig var þetta í gamla dag og það breytist ekki. Nú, mótið er hálfnað í ár, besta deildin, hálfnað fyrirgefðu, það er rúmlega þriðjungu búinn. Mótið náttúrulega lengst mikið við að fá þess að 5 leiki í lokin. Staðan okkur núna er það Skagamenn og Afturelding, nágrannir sem er að fara að falla. Sérðu þessu lið falla, Gunni? Annað þeirra. Hvort? Já. Ok. Hvaða lið fellum í það? K.A. Wow. Hver er falla? Núna erum við búin að fá smá mynda þessu, við erum búin að fá fínt sample size í þetta allt saman. Ég ætla að mæla með liðum að vera ekki að lenda í 3. næsta sæti, verið frekar í næst næsta sæti til þess að fá heimaleikina mútið liðinu sem er bæði í næsta sæti og 3. næsta. Það er taktík sem að... Já, sem að þið klikkuðu á. Já. Það var einhvern veginn svo lið sem við klikkuðum á. Hvað hver er falla, Hjálmar? K.A. fellir aldrei, það verður Afturelding því miður. Ég get ekki sér Skagamenn falla. Ég held að gangi upp. Ég var að halda framar á svo í sniður. Já. Nú hefur við líka komið með gott sampúl í efri hlutanum og Blikar náttúrulega mjög ósamvarandi þrátt fyrir glæsilegan sigur í síðustum fyrir bara með 1 mark í plús. Erum við samt að sjá Breiðablik verja titilinn í ár? Hvert fara peningarnir ykkar á þetta? Já. Fara á Breiðablik. Það mennur bara hættir að tala um Val. Nei. Þeir eru aldrei á því og töluðu aldrei um þá. Það er alveg ekki hættir að tala um Val en ég á svona auðveldara með að sjá Breiðablik hrökkva í gang. Þeir eru náttúrulega búin að vera í bæði meiðslum og bönnum og annars líkt ekki það. Önnur lið lenda svo sem í því en svo held ég líka að það sem að breytir líka svolítið jöfnunni í neðri hlutanum er það að IA og K.A. Svo sé nú alveg líklegt að þessi lið styrki sig í glugganum. Ég var erfiðara með að sjá Aftureldingu gera það. Já, það er svolítið erfitt fyrir Aftureldingu að gera það. Já, og ég var erfitt með að sjá FH gera það. Þó að FH hafi náð þarna 2 góðu leikjum daginn að þá held ég samt sem áður að þegar þeir tóku Skagan og svo Breiðablik þá held ég samt sem áður að þetta sumar verði þungt fyrir hann er bara, getur fengið þetta bara stutt meistarar? Breiðablik. Valur. Ok. Ég hef eina sem ég báðum. Takk hérlega fyrir þetta drengir. Báðu 2. Valsmenn. Allir að tala um hybrid gras núna. Hybrid er... Þessi sigrar hjá... Já. Ég er komin annað. Hybrid og núna til að svara kallinu. Já. Þá eru Garðheimar farnir að selja hybrid gras. Sem er góði heimurinn í Breiðholtinu. Garðheimar núna með hybrid gras og þetta er náttúrulega frábært ef það er einhver leðja sem þú erfitt með að hvernig sem er setur hybrid gras á þetta, slærið yfir þetta og lætur þið líða vel. Herðu, í fyrstu deildinni í gær Gústi Gylfa er mættur og því líka innkoman hjá honum gegn Fylkismönnum, sigur hjá Leikni og byrju þetta enda var ekki 2-1 fyrir Leikni. Konur 2-0 þannig að þetta var Hvað er að hérna? Það er náttúrulega það sem er að hjá Fylki 5 stig eftir 6 leiki. Ég ætla ekki að kenna Eyþóri Völur allt saman sem er að hjá Fylki
en það hjálpar ekki þegar minn maður helvíti fókuseraður á tónlistina það minnir mig svolítið á þegar ég var að byrja í skemmtarnabransanum og ég var að vinna í Brynborg ég var ekki með huga við Brynborg við skoðum við, ég var komin í skemmtarnabransan og þetta svolítið það sama og þá líka smitar þetta inn í allan klefan og veist, hann náttúrulega þarf að sinna sínu og þeir finna það strákanir þannig að bara svo við tölum bara reyna íslensku því að það nú tungumál sem við tölum í 50. Eyþór þarf að fara all in í skemmtarnabransan kúpla sér sennilega aðeins út úr eða gefa sætið sitt eftir í byrjunliðinu. Sko Hafliði Breiðfjörður var að textalýsa þessum leik á fótbolta.net í gær og sá mætti í Savage gír. Ég hef hér lestur, vondur dagur. Eyþór Völler fenginn í Fylki sem stjörnuleikmaður, framherji sem ætti að vera í bestu deildinni en velur að taka slaginn í lengjudeildinni. Það á að vera krafa að svoleiðis framherji raði inn mörkunum og sé skemmtikraftur sem tekið eftir. Eyþór gerði ekkert í þessum leik, frekar en í fyrri leikjum í sumar. Hann fer að spila mikið og með 0 mörk í 6 leikjum. Það eru samt 10 aðri mennin á vellinu, sko. Ég er bara að nefna hvað Hafliði var Savage. Þess vegna vil ég ekki kenna hann allt saman. Þetta óþægilega smitar pottitin í klefan, sko. Rosalegu sigur fyrir Gústa Gylfa. Komir upp gaman að fá Gústa aftur samt. Með sólglerun í gallabuksunum í viðtórunum og People's person. People's person. Herðu, stærstu úrslitin í þessar umferð var án efa sigur Völlara á Þórsjörunum. Völlararnir hafa náttúrulega ekki verið í efstu deild síðan 88 eða eitthvað en þeir ætla sér upp. Krafan skýr á Húsavík núna. Það sæti í þeirri bestu. Er það þannig? Nei. Það var svakalegu sigur maður. Já. En það var bara, mér skilst af mínum mönnum á vellinum að, þú veist, Völlararnir hafi bara verið miklu baráttuglaðari, Þórsararnir hafi ætlað að taka þetta svolítið með hangandi hendi bara og voru bara svona frekar soft sem eitthvað sem að Þórsarar nú ekki þekkti fyrir. Vantaði bara svona baráttu og slappi varnarlega. Vitum allir að sko Óðinn Svan teygði sig í stóru seðlana áður móti byrja. Þetta hljóta að vera sæmileg vonbrigði fyrir hann og Stenki og aðra Þórsara. Ég heyrði í honum í gær og það var þungt í honum hljóðið, ég get alveg viðurkennt það. Hann nú yfirleitt léttur sko. En hann sagði að þetta væri ekki boðaleg frammistaða og var byrjaður að munda seðlana aftur sko. Heldur betur. Það verður greinilega eitthvað gert í glugganum hjá þeim. Já. Hann talaði nú það að Íbrahima Balde getur nú bara farið að starta leiki á Afrikumótinu fyrir Senegal sko. Já. Hann var það brattur þegar ég heyrði honum í síðustu viku. Njarðvík 1, Fjölnir 1. Flott jafntefli hjá Fjölnismönnum. Maður veit það þegar Fjölnismenn skora, þá veit maður Reynir Haralds arkitektina bak við það og hann sjálfsögur lagði upp á Árna Stein Sigursteinsson, einn af albesti spyndumaðurinn í íslenskum fótbolta. Reynir Haralds með vinstri fót sem gerður úr gulli, segja gárungarnir. Ég sá þennan leik, ég sá aldrei minna en svona 6 mörk í þessum leik. En þetta var líka óvænt úrslit. Já, mjög mikil vonbrigði fyrir Njarðvík sem að ég gerði nú ráð fyrir að myndu vilja nýta þessa síðustu leiki hjá Amin Kosic. IR 2, Þróttur 1. Ótrúlegt. Íringarnir á toppnum. Frábærir. Jóhann Birnir á toppnum og Árni Freyr fyrir samþjálfari hans með Fylki í 9. sæti, 5 stig eftir 6 leiki. En málið samt með þessa deild að þú þarft bara að ná rönn af 3, 4, 5 leikjum í seinni umferð og þá ertu kannski bara í baráttunum þetta 5. sæti. Þetta galopið. Þetta er galopið. Íringar konum með 9 stuðningsmenn. Jón Gnarr Trúður kominn. Hann var nýjeringur. Já, akkur bættur við þannig. Trúður? Já. Manst getur Auðunu Blöndal í myndinni Leynilöggu, hefur ekki séð hana? Já, hvað segir hann í myndinni? Jón Gnarr Trúður. Jón Gnarr Trúður og skellir svo. Já, ég held þú þekktir þetta. Það var voru að horfa á myndinar. Já. Svo það stóri slárinn, hann byrjaði allur saman á Mar Seafood, þar fengum með sér gellurnar góðu, gerðu sig klára, mikið það svo fiskur sér í tísku núna. Það verið allir á Mar Seafood og fá sér gellur og annað slíkt sko. HK 4, Selfoss 1 og Selfissingar áttu aldrei breyk í stjörnuprýtt. HK lið gáttu leyft sér að vera með Dag Orra á bekknum sem auðvitað skoraði svo bara 5 mínútum eftir að maður settur inn á One of Our Own, Tumi Þorvars með mark nummer 2 og svo þessi leikmaður sem að þjóðin að tala um núna, Jóhann Þór Arnarsson. Rakettan. Scores when he wants. Já. Hann rauðhærður?
Já, ég held ekki tekið henni rauðara lið Já, það ekki Birkin Jú, hann er rauðharður Þetta ég er farin að líta á ykkur Hjálmar, sem bara annan kynstof Já, takk fyrir það Þið eru fljótari, þið eru sterkari Þið eru andlega algjör monster Þeir eru byggðir allt öðru sig Þetta er allt annað dæmi Ég veit að tvítugur Hjálmar á móti tvítugum Gunnar Birgis það er svona 3 sekúndur á millikar í alveg hárrétt Ég er enda tilbúin að challengea þetta Já, Gunnar Birgisson ég er bara ekki til líkama ég veit þú ekki fljótur að hlaupa Ég var ógeðslega snöggur Já, ég líka Hjálmar ég var ógeðslega snöggur hann er viðbjörnslega fljótur Já, þú sér Ég sé það bara á hann Það var mitt leinuvopn var hraðinn svo þegar ég misti hraðan og þurfti að breyta alveg taktík Var svíper og fórst að lesa Nákvæmlega Ég er búin að spyrja fullt að liða út í þetta En Arnar Freyr fer út af Markur Háká fer út af meiddur eftir 9 mínútur þannig að spyrir hvort hann verður búin að ná sér þeir eiga reynda Grindavík og Fjölni í næstu 2 leikjum Við erum með Óla Nóir Þetta fer að líta töluvert betur út hjá Háká eftir ekkert spes byrjun þá eru þeir farnir að þeir getur verið núna með 4 sigra í röð heldur betur ef við förum aðeins í aðra deildina þar er auðvitað keyrur allstaðar út á land og alltaf getur komið við á N1 sem er út allt land N1 Já, og þar farið Kosta kaffið góða vegabréfuleikurinn er hann í ár, spyrja margir já, hann er í ár, ég get staðfesta var að fundi með þeim og það er vegabréfuleikur og þú getur meðal annars Tjúpa Tjúps sleikjóa í þeim frábæra leik Hörður Snævar Jónsson heldur áfram að heilla Norrlandið Hvað er hann að gera þetta? Þetta er geggjað Hann er náttúrulega, þeir eru búin að æfa meira Já. Kormákur og Kvöð tapa ekki oft heimaleikjum þeir gera það alls ekki og eru búin að ná í góð úrslit hingað til en Dalvík reynir Þetta var baráttu leikur, völlurinn var erfiður, þetta var erfiðar aðstæður en Hörður mætti með sína menn vel undirbúna og tók 1-0 sigur. Í 5. sætinu. Ef við skoðum aðeins úrslitin í þessu ægismenn með óvæntan 2-1 sigur eftir hann frábæra sigur á Haugum, þá náður hann Haukar, þeir náðu jafnvel úr Vesen er samt á Haugun. Ekkert? Jú. Nei, þeir eru bara í 4. sætinu bara skemmtilegandi Ég hefði bara haldið að þetta að vera bara langefsta Haukarnir verða, hafið þið séð aðstöðun út á Ásvöllum með það? Haukarnir verða í efstu deild í öllum íþróttum bara eftir svona kannski 7 ár þá verða þeir í efstu deild Já, þeir eru alltaf verið góð aðstöð Það er hausinn sem vantar Er það málið? Já, ég þekki nokkru Haukara og ekki á neinar ágjur að þeir verði í efstu deild Ég er mjög hrifinn af þessu Þetta er flott aðstæða Nýja húsið þeirra er bara bilað Já, ég meina, sjáðu aðstöðunni á Selfossi Það er aðstæða, getur settir Jú, það er rétt Gróta með frábæran sigur Einum fleiri Rúnar og Viljan, eða 2 fleiri reyndar Og 2 Já, þeir fengur rautt spjald víst þegar boltinn var úr leik KFG Helgi Snær fær hérna segnuna gula Já, síðustu mynd Svo er þetta bara þetta er þjálfarinn sem að fær Vegapáll fær redd Fer ekki í taugadrákustrákar hvað er erfitt orðið að ná í úrslita því að maður reyna að fylgjast með Herði Snævari í þessari deild Úrslit.net er einhvern veginn Nei, það er rétt Og fótmópmarinn sem þetta vittlust í gær þeir voru með 3-1 sigur fyrir Þór á móti Völsungi Veitu hvað er þetta mörg? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maður svo skóla þessu 8, 9, 10 10 spjöld, Grótta KFG Ég meina Grótta bara varða að vinna hann leik Það er almennilegt Þeir urðu að vinna hann leik það er stórleikur í kvöld KFA á móti Hetti Huginn Það er baráttan Austurlandið Já Veigar Páll gerir líka massíf mistök í þessum leik hjá KFG hann setti slagan á bekkin Slakur Barber Já Var hann með hann á bekk? Já, Magnús Andri Ólafsson sem skoraði 2 mörk skoraði og laði upp í síðasta hann var settur á bekkin Hann lítur að vera eitthvað meiddur Nei, það var vindur og vindur hendar honum ekki það var vindur á nesinu og þú vilt ekki hafa slagan inn á ef það er vindur Og það var örugglega alvöru vindur á nesinu Það var alvöru vindur á einu stað það var held ég í Vogunum Þróttu Vogum ægir sáleikur snýrist í hálfleiknum skils mér þeir voru náttúrulega 1-0 yfir Rúnar Ingi Eysteins líki sett hann í fyrri hálfleik svo snýrist leikurinn sitt Það er enn ein fjallgangan að fara að hefjast það er enginn búinn að klífa Mount Epic enginn Íslendingi er þetta í rétt hjá mér það var engum Íslendingi tekist að klífa Mount Epic og enn ein fjallgangan hefst í kvöld Nú er það strákar, hvernig ætlið þið að klífa fjallið? Hvað ætlið að gera?
Það eru 2 leikir sem eru 100% í kvöld. Já, hvað með það? KFA vinnur, Augnablik vinnur. KFA og Augnablik eru bettin því. Bæði á útivelli, en þeir sem að þora ekki þetta, þeir geta tekið KFA og sett bara Oklahoma City Thunder með þeim. Það er nótt. Þau út alveg bara samfærum að þeir klári sitt. KFA klári sitt. Sko ég ætla að vera fyrst Íslendingun til að klífa þetta. Mér langar bara að eiga eitthvað svona, geta bara sagt bara við krakkana mína, strákar, ég á fyrstur til að klífa þetta. Arlið. Já, Arlið. Hvað ætlar þú að gera, Hjálmar? Ég ætla að fara í frakkanir vinna. Já. Það er stöð 3. Okay. Sko ég... Það má það ekki? Jú, allt yfir 2. Það er rosalega séns að gera þetta. Ég var að pæla í Ekvador, eða Brasilíu á móti Ekvador. Ég var að hugsa hann leikbítu. Hvað ætla þú að gera þarna? Ég þóri ekki snertan. Út af Ekvador er bara með alvöru leikmenn. Einmitt, já. Þannig að ég er að pæla bara í OKC og Árborg. Dugar það mér ekki? Nei, það dugar ekki. Það dugar mér ekki? Nei, það er 1.8.5 eitthvað svo leiðis. Já. 1.76. 1.76. Herru, þá er ég með já, það er það. Þá er ég með Alsír á móti Rúanda líka. Alsír á móti Rúanda, já. Alsíringarnir ætti að taka það. Já. Svakalega safe hjá okkur báðum. Já, ég er... Safe? Ég var með 2.78. Já, ég er með 2.15. Þannig að ég tek Árborg, Alsír og Oklahoma og hef gönguna þannig. Ég verð bara rólegur klukkan 9:30 kvöld, þá er þetta komið að mér. Brakkarnir búin að vinna og ekkert stress. Já, þannig að það er bara svoleiðis. Við slum aðeins fara í enska boltan áður en að við förum og gerum þetta aðeins upp í dag. Enski boltinn með Volt. Við pöntum bara áfengið beint heim. Vestmann One beint heim. Allt saman með Volt. Já, Volt Plus. Það er áskriftakerfið og það virkar og það er frábært. Drengir, enski boltinn. Liverpool búið að klára þarna Frimpong, er að klára Milos Kerkez, eru að klára... Hver eru eftir að taka fleiri? Eru að taka Florian Wirtz. Þeir eru bara klári með allt bara í byrjun júní. Bara allt tilbúið. Hallar sér aftur og njóta lífsins, sko. Já, og þú veist, þannig að það er bara allt klárt. Ég meina, United er að gera svipað. Þeir eru að klára, Cunha, Mbueno. Já. Og jafnvel, ég veit ekki, einhvern veginn við búið hljóta að taka strækjar. Ég er með leikmann fyrir sem að ég held að geti hentað Tjarnum. Já. Jadon Sancho. Hann er frá... Hann er ekki að koma honum yfir til okkar. Ég held að þessi leikmann sem er ekta Tottenham-leikmann. En sko, ok, Liverpool með allt klárt og náttúrulega bara vel unnið þar þessi Kiesa, hún verður bara fleikt þetta út af þeim. En ef við skoðum bara aðeins önnur lið, ég menna Aston Villa munum þurfa að höggva svolítið stóra parta á sínum lið. Þeir eru ennþá með, þú veist, þeir eru með Deon Donker, þeir eru með Coutinho og þeir eru með Moreno bakurinn, alla sko á veitspilinu að gera ekki neitt. Og þeir komast í Champions League þannig að þeir þurfa að kötta væntanlega aðeins á þetta allt saman. Það verður vesen á Aston Villa næsta tímabili. Já. Það verður vesen. Hvað erum við að sjá meiri í þessu? Mér skilst að Arsenal sé þannig í stakkbúið að þeir geti 230 milljónir punda undir og verið samt undir þessum financial fair play reglum, skilst mér. En Arteta virðist vera með ofnæmi fyrir framherjum. Heldur hann tekið framherji eða það? Já, ég meina ef hann gerir það ekki núna þá er hann nokkurn veginn búinn. En tekur hann ekki Sesko en hefði átt að taka Goikeres? Verður ekki akkurat svoleiðis? Það er ekki þetta að vera pæli í einhverju ef og hefði, ég held að allar nýjur gæti komið að inn og breytt gengi Arsenal, sko, gæti ítt þeim yfir línuna, sko. Já, gæti ítt þeim yfir línuna. Gæti verið skemmtilegt sæning, sko, Chelsea, þeir eru með 10 markmenn og þeir eru allir average. Þeir eru að pæli að kaupa sér alvöru markmann. Þetta er alveg ólíkitt, sko. Chelsea var bara svona alvöru markmannsklúbur í það. Svo duttur í bulli, Mendy átti 1 tímabil, það var ekki hún á það. En eftir Cech og Courtois hefur þetta verið vesinn og þeir fóru í mjóan spámeira sem móti aldrei að gera. Núna á að leiðrétta þetta allt saman með að sækja Mike Mannion. Magic Mike. Það sem verður ekki, því að þeir eru ekkert að fara að borga ykkur hvað var ekki beðum 40 eitthvað miljónir fyrir hann eða? Nei, 25 miljónir, já. Það er aldrei að fara að gerast. Með 4 markverður, þú veist, þeir eru bara að vera sátti við þá sem eru með, sko. Þetta bara gerist ekkert betur en þetta. En
Tottenham þeir kaupi ekki neitt en það bara verið að býða eftir hvort að þjálfur er rekin eða ekki. Son, hvað verður hann? Son ég hugsa að verði seldur. Já. Ég vil að fara til Arabíu. Fá með eitthvað góðan pinning frá Saudi. Ait Núri til Manchester City. Já, frábært kaup fyrir City. Það mjög góð kaup. Hann verður náttúrulega með á HM. Spennandi það. En Tottenham er sama. Tottenham getur 300 milljónum punda á þess að lendi við sinni. En þeir eru bara ekkert að fara að gera það. Nei. Henni bara halda fast í budduna góðu. Beyoncé tónleika frekar bara fleiri. Já, fleiri Beyoncé tónleika. Það er eitt og annað í gangi á þessu. Harvey Elliott auðvitað að fara að yfirgefa Liverpool. Jónandi gerir mistök að taka ekki hann sem var að koma til Chelsea frá Ipswich, hann Delap. Þetta er það? Já. Hann verður geggjar. Hann skoraði 12 eða 13 mörk fyrir Ipswich. Það gátu ekki neitt. Verður ekki bara á bekknum fyrir Jackson? Ég veit það ekki, en hann var í byrjunarmaður hjá United. Já, sjáum til með það. Já, Geo Keres verður gaman að sjá hvert Svíinn Geðugi fer og við býðum bara spennt eftir því. 97 mörk í 102 leik. Vá. Sáum þetta að United eyddi sömu fjárhæðum og PSG eyddi í Dembele, Due Messi Dembele, Due og Vitinha og United eyddi í Mason Mount, Højlund og Antoni. Já, bæði liði í úrslitum Evrópu og þannig er það bara úrslitareiki að stundum dettur þetta fyrir og stundum ekki og það er það skemmtilega við hennar fótboll, það er aldrei hægt að reikna neitt út og PSG að vinna sinn fyrsta meistaradeildartitil og sendur hlýjar kveður til Parísar, borg ástarinnar. Drengir, Einar Á eru vinnarar í byggingabransanum, Einar Á Dalvegi, þar sem að þín hvatning eru þeim hvatning til að gera betur. Þín tækifæri af sig, hvatning. Nú, fyrir það sem er að veltaði fyrir sig, þá eru vasaljósin frá Bulldog komin aftur og í sölu hjá Einari Á. Já, þetta má. Vinnarar eftir þessa viku. Náttúrulega Novak Djokovic er klárlega vinnar. Ég ætla að segja Helgi Sjánvinur minn, hann er á sínu 3. tantranámski. Já. Og er að gera góða hluti þar. En sko, getur maður að fara singul á tantranámskið? Já, það er við skemmtilegast. Það er gaman að það er alveg stampinu fólk sko. Já. Hann stendur í hring með fullt af fólki. Muni eftir þessu allir í fötunum. Já, manni eftir þessu. Þetta var bara það efni sem maður beði spenntastur eftir. Tantra þetta og sá maður fólki út á götu og maður bara starfströkk. Það bara, maður veit hvað þau eru alltaf að gera. Já. Nú, fleiri vinnarar. Ég ætla að segja Reynir Þór Stefánsson. Hann er að fara til Melsungen. Já. Gunnlaugur Árni Sveinsson, þetta er skemmtilegt. Hann er að taka þátt í Arnold Palme bikarnum. Það er nú svona rætirköppið hjá áhugamannakynum. Okay. Hann er að spila þar, fyrstur Íslendinga og mínir menn í Mosó. Urriðavöllurinn, þínu menn, gátu ekki haldið Íslandsmótið í Höglegg. Verður átt Íslandsmótið? Nei, í Hólukefni segi, Hólukefni. Já. Það átti að vera þar, Íslandsmótið í Höglegg er á Keili. Já, það er aðalmótið. Það er aðalmótið í þessu öllu saman og þar ætla ég með einhverjum held ég þar. Ég get ekki gert upp á milli. Gert upp á milli. Svala Björgvís komið nýtt lag, eða sem nýja útgáfa Himinn og jörð, geðveikt lag. Byrju sem Himinn og jörð frá Papinar. Geðveikt. Björga Halldórs, lagið, Himinn og jörð. Já, búið að gera. Geðveikt útgáfa sko. Tökum hún eftir. Gott mál, allt hið besta mál þarna. Má ég fá stingin einu vinna? Já. Ég ætla að fá að velja Auðun Blöndal. Hann stóð sem svo þetta í bara standið af sér. Er það ekki allt í lagi? Stendur á sér storminn. Stendur á sér storminn og var líð síðan hlýr og einlægur þegar hann ræddi málin. En svo honum einum er lagið. Ég ætla líka að fá að velja man ekki hvern. Nei. Ég ætla að velja einhvern. Jú, ég ætla að velja Frekadór fyrir að standa með mér. Og við munum ekki skemmta fyrir að öryggismálin eru komin á hrein. Setja mörk. Já. Ég vil líka bara þakka Benedikt Guðmundssoni fyrir velinu störf á Sauðárkróki og ég hlakka til að taka móti nýjum þjálfara með opnum örmum eins og ég hef alltaf gert við þjálfara körfukknattleiksliðsins. Var Halla Tómasdóttir að kassa eitthvað inn eða? Ekki eitthvað kringum 800 milljónir, ég man það ekki. Cirka. Hvað
og maður sé að fara þess niðar í þessu frétt. Hvað var hann að gera? Já. 20% hlutur í var. Já. Heldur betur. Þannig að þetta Það gaman þegar fólki gengur vel. Já. Ég kann að samgleðast. Það heldur betur. Það nú svona kannski kostur. Já. Herri, ég var að fara og leyfa þeim sem að horfa að spyrja ykkur spurninga. Já. Neyða já. Gælti góðu. Og Æsver nýjasti partner gólsambansins allt á Þetta gelveik mynda. Þessu öllu saman. Já, góð myndanir neða, já. Helviti góð. Höggleiknum í ár og öllu því. Það voru allir starfsmenn í fatnaði frá Æsver sem að einnig með þjóð og tíð. Og Æsver það sem prísin fer. Neyða já með Hjamma og Gunnar. Sjáum við Hjamma og GB í Hengil Ultra helgina? Nei. Klart, nei. Takk Óskar, nei. Heldur betur, hvort tæki GB 4 ár af öðru sæti eða Europa League byggar? 4 ára öðru sæti, það þýðir að við sem að keppum Nei, þið voru ekki í keppumdeildinni á, sko. Já, fram á Ok, spurðu einhvern Liverpool-mann hvort þið voru í keppumdeildinni. Þið voru ekki keppumdeildinni. Einhvern tíma kannski í ágúst Þeir voru alltaf að horfa í bakspil. Má ég sjá hér dynja spurningarnar inn. Ég sé bara ekki nógu vel á þetta. Myndi GB treysta sér að stjórna beltagröfu í námu? Já. Óskar Hrafn íslenska útgáfan af Sednek Seman sem að var auðvitað þessi tekníski þjálfari sem að fórum ítalska boltan og spilaði mjög svona aggressívan bolta. Já, sem þá. Skemmtilegt líking. Nú má ég sjá, ætti að hefja aftur siglingar á strandferðaskipu. Ekki, ekki hvað eins og Ástór Ingi ætlar Hjör aftur í Morgunútvarp? Nei. Nú hefur Hjammi einhvern tíðan fengið harsperi? Þessi helviti góð. Já, ég hef ekki harsperi, ég haldi það, ég ekki dörri kannan. Hér spurningin, tæki 20 ára Hjammi, 20 ára GB í 100 spett? Já, 100. Alltaf. Það eina sem 100. Gunnar, ég alveg tala, það ekki eins og Þú til að sjá mynda þér tvítugum. Já, ég skal nefnilega algjörlega sýna ykkur mynda með Ég þekki hraðamenn og þá sem ekki hraða og ég sé það bara í augunum á fólki. Birgir, hvað heldur þú? Já, akkurat. Ekki nokkur vafið þar. Nú hefur GB tekið laugaran á rúntinu með húfuna á eyranu og spilað Fuck You með Lily Allen. Ég verð að klappa þér þessa spurningu. Þessi er góð. Já, maður tók nú laugaran hérna oft í gamla daga, sko. Já. Nú getur Hjálmarinn satt okkur söguna bak við Hjamsinnekar nafnið. Ég man ekki að söguna bak við það sérstaklega, sko. Takk Eithor. Nú framtíð Chelseas úr bjartasta í enska boltanum? Nei. Ertu orðinn sattur Hjálmar eða eftir meira? Ég vil fleiri titla, takk. Og þeir næst er að koma 13. ágúst. Hvað Gunnar Birgisson með marga blokkað á góða X-inu? Þeir eru ekki margir, þetta nú já og nei, en ég myndi halda að þeir væru... það já? Kannski, já, 1, 2... Ég með rétt rúmlega 300 manns hætta. Já. Ég með 1, 2 eitthvað, ég elska alla. Bara þegar fólk með dónaskap, þá svona kemur í reply hjá mér, fer inn á veggi minn og með dónaskap, það ég kann illa við það. Já. Í lagi fyrir Tottenham að segja ennþá við fólk, ætlar þú ekki að segja til hamingju? Já, það í lagi þannig að sísónu byrjar á 9. Heldur betur stýtst í að við drögum í töfluröðun, gerum eitthvað úr því hér hjá Dr. Fútból, en fram að því þá ætlum við að fara í El Grandi. Það var spurningarna líka hvort að Tommy Stendos getur í sjómaður eins og ég var forunda og svar við því, en nei. Nei, við því, á hvaða bát varstu? Ég var á Írinni. Já. Varst þú að sjó? Ég alveg það? Nei, það er ekki svona ekki sjó. Það getur ekki verið. Ég bara ekki hafa neinar ágjörð. Nei, getur ekki verið. Ekki hafa neinar ágjörð. Ég var í London, sko. Hvað meinar þú? Ég var í London. Gunni, þú kósi kall, sko. Nei. Ég hef unnið fyrir hverjum... Sýndu launaseðil. Já, ég skal gera það. Sanna þetta. Sendu mér hann í PDF. Já, það er ekkert mál. PDF formi, takk. Afi átti bátinn. Förum í... Já, það er engin annar ráðið en afiðinn. Það er engin... Vill ekki svona mann upp á dekk. Trúðu mér, ángríns. Ég er ángríns að pæli að fara að taka ángríns. Ef það er eitthvað tóraðn úti, ef við getum farið út í halva mánuð eða eitthvað, bara þannig að ég geti... Í halvan mánuð?
Ég ætti í engum vandræðum með það, ekki neinum. Nei, en það myndir ekki gera neitt, þannig að það var Hvað meinar? Myndir ég kunni ekki að hífa upp? Ég myndi bara hafa það inn í koju allan tíma. Línubátur eða bara hvað sem sko. Nú skulum við vanda orðin okkar. Vöndum orðin, notum fallegu orðin okkar og notum inn í röddina. Drengir, það Elgrandi með Hemma sem að auðvitað eigandi Kemi.is. Ég að fara að taka the second win in a row. Tók handboltan síðustu. Já, árum við förum í Kemi.is ætla ég að minna á það að menn hafa tekið eftir framförum Gunnar Birgis á golfvellinum. Það 20% afsláttur af Echo skóm því að Gunnar Birgisson og Lydia Ko og Henrik Stenson spila öll í Echo skóm. Og það 20% afsláttur með kóðanum DOC. Ok, það munur það. Já, heldur betur. Ég þarf að fá mér að því að ég fekk mér bara þessa spánar sko þarna. Þeir eru fínir úti en hérna heima þá svolítið blött. Já. Það er þar. Heldur betur. Rettum því, förum í Elgrandi. Nú, það voru þessi vistaskipti núna í boltanum. Þar sem að við vorum að fá enn einn hollendingin í deildina. Hann Frimpong mættur til Liverpool. Eina sem ég ætlaði nú bara og við ætlaði að fá kannski bara gott tempo í þetta núna. Hollendingar sem hafa spilað í Premier League. Við höfum gert þetta áður. Byrjað. Anskoti, við höfum gert það áður og ég að klikka á svöld. Ég ætla að fara í þá, Dirk Kuyt. Já, bara, ég ætla að sjá okkur bara að gera þetta. Dennis Bergkamp. Ég fer í Van de Sar. Það er ekki Van de Vín. Van de Gewin. Já, þú tókst það líka síðast. Þarna fer ég í... Ég hafi aldrei farið í þetta áður. Ég held ég hafi farið í þetta. Nei, ég hef ekki farið í þetta. Ætlast þú mikið að vera í smáþögn og meðan maður að fara í gegn. Er það hægt? Ég ætla að fara í snillingin. Já. Verið rólegir. Ég ætla að fara í snilling. Við vorum í þessi dag. Þeir eru nokkrir. Sem ekki gleyma því. Þeir eru nokkrir, býta aðeins. Hættu nú aðeins. Ég ætla að fara í Van de Ven, nei, hann kom inn. Já, hann hann Gunnar, hættu þess aðeins. Ég var með Kuytarinn, ég var ekki með hann síðast. Herðu, Van Dijk. Van Dijk. Já. Van Dijk. Á snilling. Það Mark Overmars. Dennis Bergkamp. Já, hann kominn. Hann kominn. Já, var góður. Hann skoti, ég sá það ekki. Býtu, heyrðu. Það hafa verið nokkrir. Hvað heitir hann aftur? Heyrðu, býtu. Grautur. Sköllótti. Chelsea. Robin. Já, bara Giovanni van Bronckhorst. Já, Bronkhorstinn. Det Bronkhorst. Fari í hérna snillingin. Við erum klókir. Já. Við erum alltaf. There you go. Herðu, hann ekki hollenskur? Worm. Missile Worm. Já. Worm. Það bara í, þú veist... Japstam, ok. Já, fá þess meira tempo. Þetta Japstam. Það var næstur á lista. Þetta er sem eitt speil var að kenna þér. Heyrðu, sjálfsögðu förum við í sonans hérna í Bournemouth, hann er litli kantmaður, Kluivert. Já. Takk hérlega. Sjálfsögðu förum við hann. Þetta færi Johnny Heitinga. Já, Heitinga. Við erum aftur í tíman. Förum til ásins 2010, það er í kring, og förum í og þess að vanta eitt þarna. Já. Það vantar einn helviti Vítu nú við. Ég er fastur í sömu liðunum sko, þannig ég reyna að koma út úr því. Já. Var ekki spilaði hann ekki fyrir Chelsea? Nú hver? Þetta er rólegur, býtu. Snæde.
Wesley Sneijder Wesley Sneijder Var ekki Wesley Sneijder Wesley Sneijder hefur aldrei verið Hefur hann aldrei spilað í Premier League? Nei, sennilega ekki Þannig að þessi þar með lokið en Wesley Sneijder var mikið orðaður Var hann ekki, tók hann ekki eitt sísón? Wesley Sneijder Myndi hann svona verið í Middlesbrough og eitthvað? Nei Ok, hann hefur verið mjög nálægt í að semja Sko, Wesley Sneijder var vissulega orðaður mikið við enska boltann Já, Wijnaldum Cody, Gakpo Jöfnveld vantaði marga annan maður Þetta, Robin van Persie Erðu Gullitið maður Gullit Svo er nú einn Nistelrooy, hvað er aðmaður? framsækin miðjumaður sem ég átti nú vona frá þér Tóttina maðurinn Já, hvað heitir hann? Ég myndi það ekki Vandi vert Já, vanti var Ég vandi vart Hann datt bara ekki inn hjá mig sko Edgar Davids spilaði náttúrulega líka fyrir Krúlarinn Það var vel gert ég maður ná Worm Helviti Já, það var endar Ég get alveg Robben sem að er einhvern veginn blindstjarn Svo fóstu í sko litla klauvertinn á hverju fóstu ekki líka í stóra? Já, það geta farið í stóra Toppan líka Eða geta gert það Já, en gerði það ákvæmst Ég gera það vil gera það aðeins erfiðara bara Það var reynda skemmtilegt hjá þér Flekken, já Djöfull Raymond van der Há Já, djöfull Pat van den Há var ekki Eddi Gói var Þetta er gói, já Þetta er svona 7000 leikmenn Já. En við náðum 12 Jöfull, Þannig að vel gert en það er ekki þetta að setja út á Gunna og ekki heldur út á Ég raun og var ekki út á mig heldur Í raun og var ekki Nei Dóttar fútból mætir aftur við það er hvíta sunnuhelgi Já. ekki hvíta sunnuhelgin Já, já. og þá einbyttum við okkur að njóta lífsins við heyrumst eftir á mánudagskvöldið mánudagskvöldið er eiginlega sunnudagskvöldið í næstu viku þannig að verið sæl, farið varlega þið sem ætlaði að keyra smá ráð hérna frá Dóttar fútból og Kia í guðana bænum farið varlega Já, sérstaklega þessum ætlaði að fara norður sko. Já, farið varlega Já. vel undirbúin Það liggur ekkert á það liggur ekkert á setjið bara gamla Dóttar fútból þætti á og keyrið varlega, verið sæl Takk